Komið þið sæl. Við Íslendingar búum í lýðræðisríki og það þýðir meðal annars að það kosið til sveitarstjórna og alþingis með ákveðnu millibili. Dr. Grétar Þór Eyþórsson við Háskólann á Akureyri. Lýðræði, skiptir það miklu máli? Já, við viljum trúa því að það skipti máli að borgararnir, fólkið, fái að taka þátt í ákvörðunum, því að valdið liggur jú hjá fólkinu. Það með öðrum orðum sem sagt það ábyrgðarhluti að kjósa. Já, það má kannski segja það. Það hefur stundum verið sagt að þetta sé svona það að kjósa, taka þátt í kosningum, taka þátt í að ákveða hvaða sjónarmið komast á framfæri. Það sé svona hluti af hinum samborgaralegu dygðum okkar. En hafa kjósendur í raun og veru áhrif? Já, þeir geta það alveg. Þeir náttúrulega velja mismunandi flokka og framboð og persónur og svo lengi sem að það einhver munur á stefnu flokka og frambóða, að þá náttúrulega sjáum við það í hendi okkar að það farið að skipta máli. En svona skilningur fólks á lýðræði, hann getur nú verið mismunandi? Já, það hefur náttúrulega verið töluvert rætt lýðræði kannski síðasta áratuginn meira en áður, svona eftir hrunið kannski getum við sagt. Við náttúrulega búum í þessu fulltrúa lýðræðiskerfi sem þekkt Það kosið á 4 ára fresti og þá leggja stjórnmálamenn verk sín og stefnur sínar í dóm kjósenda. Það sem hefur kannski breyst á síðustu 10, 15, kannski 20 árum í svona þeirri sýn sem að samfélagið og fólk hefur á lýðræðið það að það aukin áhersla og meir krafa að borgararnir komi meira að ákvarðanatöku á milli kosningana, þessar kosningar sem á 4 ára fresti. Ertu þá að tala íbúa lýðræði, stofna hverfisnefndir sem að hafa jafnvel einhver ákveðin völd? Já, við erum að tala ekki síst íbúafundi, íbúaþing og eins og nefnir hverfisnefndir sem að svona miðar af því að íbúar geti þá haft áhrif á það hvað ákvarðanir eru teknar, jafnvel á milli kosninga. Og svo höfum við líka íbúakosningar, svona eftir atvikum. Og þróunin öll í þessa átt að við erum að fara í átt til svolítið beinna lýðræðis heldur en við höfum verið í. Við erum ekki bara að taka ákvarðanir á 4 ára fresti það hverjir eiga að stjórna. Þetta þá hluti af þessum svokalluðu samræðu stjórnmálum sem að stundum vitna til? Já, við höfum kallað þetta svona þáttöku lýðræði, þáttöku stjórnmál, að fólk fái að vera meira með, en jú, við getum alveg kallað það, en þegar menn að tala samræðu stjórnmáli, þá hefur það náttúrulega líka átt við það hvernig stjórnmálamennirnir koma fram, eða hvernig eða hvort þeir vinna saman í nefndum ráðum eða í bæjarstjórnum eða á þingi. Þínar rannsóknir, þú hefur stúderað kosningar og aðdraganda kosninga. Að hverju lúta þínar rannsóknir einna helst? Það sem að ég hef kannski komist mest í svona síðustu árin hvað þetta varðar hefur fyrst og fremst snúið að kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum. Og það var nú svona, kannski kom svona svolítið til að því að við erum að horfast í augu við þá staðreynd að kjörsókn í sveitarstjórna hefur á landsvísu verið í frjálsu falli
frá og með 2006. Hvernig stendur á því? Hvað segja sérfræðingarnir? Það er ekki tilneitt kannski gott svar við þessu. Það sem að við höfum geta komist að að fólk sem ekki kýs og ekki kaus 2014 þegar við gerðum rannsókn, að það útskýrði það meðal annars með bara áhugaleysi, sinnuleysi. Það er bara hreinlega ekki nefnt þessu. Og þetta var svolítið bundið við yngra fólkið í meiri mæli heldur en aðra aldurshópa. Svo stundum líka sagt að kjósa ekki, að það sé líka afstaða. Já, þá lætur þá sem að kjósa að ákveða hvernig niðurstaðan verður, svona í meginatriðum. Þannig að já, með því að kjósa ekki, þá hefur ekki áhrif. Sveitarstjórnarkosningarnar þetta árið, hefurðu einhverja tilfinningu fyrir því? Þú talar frjálst fall. Hvernig verður niðurstaðan núna, heldurðu? Vonandi þessu frjálsa falli lokið. Þó verður að segjast að það ekki margt sem bendir til þess að það verði einhver viðsnúningur í kjörsókn nú. Það nú oft sagt að það sé mikið meiri deyfð í aðdraganda þessara kosninga heldur en síðustu, en það eru svona ákveðin teikn það að sé meiri deyfð núna heldur en síðast og ekki síst þar áður, það að segja 2010. Og fjölmiðlamenn hafa talað þetta, stjórnmála frambjóðendur hafa talað þetta, maður verður var við til dæmis að áhugin, það hefur sljákkað í áhuga ef maður mælir hann í því hversu mikið skoðanakannanir, því að það auðvitað alltaf fréttaefni og hefur verið og það liggja fyrir núna á þessum tímapunkti skoðanakannanir úr 6 sveitarfélögum í landinu. Fyrir 4 árum og þá voru gerðar skoðanakannanir í 13 stærstu sveitarfélögum. Þannig að það svona eitthvað minni áhersla líka, já. Hvernig stendur á því? Það bara skortur á fjármagni eða? Já, sé ekki líka, bæði, Það þetta, kannski eru fjölmiðlarnir hreinlega bara eitthvað þreyttir á öllum þessum kosningum, því að það hefur náttúrulega verið kosið einu sinni á ári frá aldamótum á Íslandi. Annarkvort til þings, forseta, þjóðaratkvæðagreiðslur eða til sveitarstjórna. Við höfum verið að kjósa einu sinni á ári að meðaltali og svo hefur þetta náttúrulega verið ansi þétt til þings núna, október 2016 og október 2017. Þannig að það virðist vera almenn þreyta og ekki bara hjá kjósendunum heldur víðar. Á það þá bæði við stóru sveitarfélögin og svo jafnvel bara hinn fámennu? Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á kannski að svara því hvort að þreytan sé meiri í stærstu sveitarfélögunum en hins vegar þá sýna tölur að hrapið eða fallið í kjörsókn hefur verið áberandi meira í 10-15 stærstu sveitarfélögum landsins heldur en í hinum. Þessi minnka kjörsókn, hún hefur ekki sést þegar við skoðum þessi sveitarfélögum sem eru með kannski 500 íbúa á færri. En þú segir að þetta sé áberandi meðal yngra fólks sem að skila sér ekki á kjörstað. Hvað til ráða í raun? Já, það góð ráð í þessu, þetta dýr, þetta menn náttúrulega verið að reyna að ná til unga fólksins með boðskapinn í aðdraganda kosninganna sem eðlilegt Menn hafa reynt ýmislegt. Ég veit til dæmis að Píratar voru til dæmis að bjóða upp á bæði í fyrra og hitti fyrir að akstur á kjörstað í utan fundaatkvæðagreiðslu. Þeir eiga náttúrulega, þetta svona leið og mjög svona frumleg og skemmtileg leið, en það sem við getum tekið út úr rannsókn okkar frá 2014 til dæmis það að
það virðist vera að það að innleiða rafrænar kosningar gæti verið líklegt til þess að auka þátttökuna, já. En manni finnst einhvern veginn að umræðan rafrænar kosningar, hún sé nú ekki ýkja mikil eða hávær. Ástæðan fyrir því, já, til dæmis kosningar í Bandaríkjunum og fleiri löndum að það sé jafnvel hægt að brjótast inn í slíka kosningu? Ég hef heyrt menn sem eru sko fagmenn auðvitað á sviði tölvumála sem hafa fullyrt að það sé ekki hægt að tryggja slíkt kerfi fyrir árásum og þá náttúrulega, meðan að svo að þá getum við hreinlega bara ekki innleitt þetta. Þannig að við erum kannski ekki komin á þann stað. Við vorum að tala áðan samræðu stjórnmál. Getur það verið svona ein skýringin á því að umræða í kjölfar sveitarstjórnarkosninga, hún sé kannski ekki svo voðalega mikil vegna þess að það eru svo lítil átakalínurnar, þær eru ekkert mjög skýrar, öll mál þau eru afgreidd og menn tala sig niður á þau, þannig að það verður engin ágreiningur. Já, það alveg klárt að það eru sko einkenni samræðu stjórnmála sést miklu betur á sveitarstjórnarstiginu heldur en til þings. Og svona öllu jöfnu, þetta eru undantekningar á því og málaflokkarnir náttúrulega sem að sveitarfélögin hafa með höndum og menn eru að glíma við eru náttúrulega fyrst og fremst þessi þjónustu mál við fólk, fræðslumál, grunnskóli, leikskóli, tónlistarskóli og svo félagsleg þjónusta, þetta eru svona stóru póstarnir og það kannski ekki mikið svona svigrúm fyrir sko mikil kannski hugmyndafræðileg átök í þessum málaflokkum en vissulega getum við fundið á svona áherslu mun á því hvernig menn forgangsraða þessu en við höfum bara ekki séð svona gegnum tíðina mikil svona hugmyndalega átök í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga nema kannski það hefur komið upp hvort það var í síðustu eða þar síðustu kosningum þegar menn voru að ræða sko leikskólan hvort það ætti að einkarekinn leikskóli versus opinber leikskóli. Það svona birtist svolítið kannski þessi hægri vinstri ágreiningur. Áður við höldum lengra þá skulum við að ræða við nokkra unga kjósendur en Herdís Helgadóttir, hún fór upp í menntaskólann á Akureyri og talaði við unga væntanlega kjósendur. Ætlar þú að kjósa í sveitarstjórnarkosningunum? Já, ég hugsa það, ég muni gera það. Hvers vegna? Bara til þess að hafa áhrif og nýta réttin sem búið að berjast fyrir. Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Nei. Hvernig heldur þú að gerir það? Örugglega skoða bara listana örugglega á netinu, langþægilegast að sjá bara hver eru, að bjóða sig fram á netinu bara. Hvar hefur þú helst orðið vör við upplýsingar eða auglýsingar frá framboðum? Bara svona poppar upp á ýmsum svona, kannski það maður að skoða á Instagram eða Facebook eða eitthvað svona, kemur svona hliðanum og eitthvað svona. Þannig að þú aðalega að sé það á samfélagsmiðlum? Já, ég held það. Ætlar þú að kjósa í sveitarstjórnarkosningunum? Já. Hvers vegna? Vegna þess að mér finnst mikilvægt að nýta réttinn minn sem ég hef og vill hafa áhrif á hvernig bæjarfélagið virkar og hvað fer fram hérna. Ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Ég svona með 2 flokka ofalega. Og á hverju byggirðu þitt atkvæði, þín ákvörðun? Ég byggi mín ákvörðun á rosa mikið á plastnotkun, hvað þið vilja gera við það. Við fjölgum bílastæðin í miðbæ og líka bara hvað þið vilja gera fyrir aldraða. Það er líka málið sem er mjög mikilvægt fyrir mig. Hvar hefur þú helst séð auglýsingar eða upplýsingar frá stjórnmálaflokkum og frambjóðendum núna í aðdraganda kosningana? Ég hef séð bæklinga koma í gegnum pósti og rosa mikið dagskráni og síðan líka þegar þið komið hingað til þess að kynna hvað það ætla að gera og stefnu sínar og svoleiðis. En annars mjög lítið að þessu. Ég vildi að vera meira svona dreift bæinn og svona, já, hannig. Hefur orðið mikið var við auglýsingar á samfélagsmiðlum? Nei, eiginlega ekki. Bara mjög lítið, miklu minna en ég hef haft von á, sko. Ég nýtist sér þá tækni sem það hafa, sko, og til þess að koma sínu fram þannig. Það eru svona ekki ungi kjósendur sem eru miklu frekar að skoða það heldur en kannski blöð og svoleiðis. Ætlar þú að kjósa í sveitarstjórnarkosningunum? Já, ég ætla að gera það. Hvers vegna?
Það bara skiptir miklu máli að kjósa og hafa áhrif á það sem að gerast í bæjarfélaginu. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Í rauninni ekki, ég með nokkra í huga sem ég svona standa uppur hjá mér, en ég ekki alveg búin að mynda með skoðun. Hvað það sem hjálpar þér að ákveða? Hvaða málefni það sem þú ert aðalega að skoða? Sko, ég ekki alveg viss, en það svona hitt og þetta sem svona hefur svona ákveðin, já. Ég ekki alveg viss hvað það er. Hvar hefur þú helst orðið vör við auglýsingar eða upplýsingar frá frambjóðendum og frambúðum? Aðalega á samfélagsmiðlum, af því að kannski við erum helst á samfélagsmiðlum svona yngri kynslóðin kannski, en svo náttúrulega út allt í blöðum og svona sem að maður að sjá. En aðalega samfélagsmiðlunni sem eru að ná til okkar, held ég. Hvernig finnst þér flokkarnir vera að standa sig í að ná til yngra fólks á samfélagsmiðlum? Það fer mjög mikið eftir flokkum. Sumir standa mjög framalega í þessu á samfélagsmiðlum, en aðrir ekki. Þannig að svona, ég held að yngra fólki kjósi svolítið eftir því sem sjá meira. Það er svolítið þannig, það er svona missjáanlegir flokkarnir. Ætlar þú að kjósa í sveitarstjórnarkosningunum sem eru núna framundan? Já. Hvers vegna? Að því ég held að það skipti máli. Ég er ekkert viss að ég setji X við einhvern sérstakann flokk, sko, en ég ætla allavega að skilja nauðu ef ég hef færi á því. Og á hverju byggir helst þína ákvörðun eða þitt atkvæði? Ég held að sé einstaklingarnir aðalega. Ég sé svo lítið mun á flokkunum og málefnunum núna í sveitarstjórnarkosningunum að þetta fer aðalega eftir hvaða fólki ég trúi á. Og hvar hefur helst séð upplýsingar þessa einstaklingar sem eru í frambúði? Netinu aðalega, en svo hefur maður nú séð svona hitt og þetta niður í bæ bara. Kíkja inn á kosningaskrifstofu og svona, þannig að það er skemmtilegt. Þetta voru væntanlegir kjósendur sem að stunda nám við menntaskólan á Akureyri. Ég greiði að þessir ungu kjósendur eru kannski ekki dæmigerðir fyrir fjöldan. Allir vita hvað það ætla að kjósa, en þú sagðir áðan að það væru helst ungi kjósendur sem skila sér ekki á kjörstað. Já, þetta eru auðvitað góða fréttir að sjá ungt fólk sem er með hlutina á hreinu og ætlar sér svo sannarlega að taka þátt. En við sjáum bara gögn, segja okkur, gögn sem að Hagstofan tók saman kringum síðustu sveitarstjórnarkosningar að fólk undir 30, það er mun slappara við að mæta á kjörstað heldur en aðrir og eldri hópar. Tölum svolítið skoðanakannanir. Þær geta það ekki oft á tíðum verið skoðanamyndandi? Já og nei, sko. Það vilja menn svona fá mælingar til þess að geta átta sig á stöðunni og það getur auðvitað mögulega haft áhrif á það hvað kjósandi gerir ef hann sér að einhver frambjóðandi hans eða listi eða flokkur er kannski meira og minna vonlaus. Þá kann það vera að það aftur honum frá því hún finnst ekki taka því að mæta á kjörstað eða kjósið á fyrir einhvern annan. Því hann vil láta atkvæði sitt svona vigta eitthvað. Nú síðan getur verið að einhvert framboð mælist með mjög mikið og þá getur það kannski líka haft áhrif að mann, tekur því ekki að vera að mæta, þetta er svo öruggt. Þannig að, jú, auðvitað hafa mælingar, eða geta svona mælingar og fylgi alltaf haft einhver áhrif á fólk, já. En þegar að ákveðið er að fara út í skoðanakönnun, hvort sem að það er nú Gallup, Félagsvísindastofnun eða hver sem er, þetta vísindin bak við skoðanakannanir, hvernig eru settar upp svona þumalputtareglan í þeim efnum? Sko, þegar að verið er að gera könnun, þá er verið að taka sýnishorn, úrtak sem er bara sýnishorn af kjósendahópnum. Og lykilatriðið er auðvitað að þetta sýnishorn sem er tekið, sem eru kannski 1000–1500 manns eða hvað það er, að það endurspegli hinn raunverulega hóp eins vel og nokkur kostur er. Og það er grundvallaratriðið í gerð skoðanakannana. Ef að
ef að úrtakið endurspeglar ekki kjósenda hópin með tilliti til kynferðis, aldurs, búsetu og svo framvegis eða menntunar, að þá er náttúrulega mikil hætt á því að það sé einhver innbyggð kerfisbundin skekkja í úrtakinu og niðurstöðurnar verða eitthvað kannski á skjön við það sem að kannski í raunveruleikanum er. En þegar þú færð til þín nýja skoðanakönnun, hvað er það fyrsta sem að þú horfir á? Já, maður vill náttúrulega fyrir það fyrst að vita Fylgir? Já, auðvitað horfir maður náttúrulega fyrst á fylgir. Maður verður alltaf að skoða, var þetta ekki örugglega tilviljana úrtak, þar að segja, var þetta ekki úrtak sem endurspeglar kjósendahópin og þannig er það nú orðið allstaðar í dag, þannig að maður þarf nú svo sem ekki að bera sig mikið eftir því og auðvitað er það síðan náttúrulega stærðin á úrtakinu, fjöldi svarenda og svona hversu margir eru óákveðnir, maður horfir nú stundum á það líka og maður verður að hafa það svona bak við eyrað ef það getur vakið hjá manni einhverja grunnsendir ef að mjög margir eru óákveðnir, eitthvað óeðlilega margir eru óákveðnir. En þegar maður sér kannanir þá nú svona yfirleitt úrtakið svona, það kannski 1000-1200 manns eða eitthvað svoleiðis. Hver eru vísindin bak við þetta að ákveða fjöldan? Hvernig er þetta í Hong Kong? Er þá bara einhverjar 2 milljónir í úrtaki eða hver eru vísindin bak við þetta? Já, það má segja að þegar við erum kannski komin í úrtak sem eru, hvað er að segja, 10, 12, 1500 manns, 2000, þá erum við í raun og veru að minnka skekkjuna mjög lítið fyrir hverja 10 eða 50 sem að við bætum í úrtakið. Þannig að ávinningurinn er mestur af því að auka fjölda svarendana frá 200 í 300 og 300 í 400 og svo koll að kolli. En þegar þetta er komið upp að svona ákveðnu marki, þá breytir þetta ekki svo miklu og þá skiptir ekki alveg máli hvort við erum í Bandaríkjunum eða Íslandi. En þegar svona hlutfallið hækkar hjá þeim sem eru óákveðnir, en þegar eru verið að skipta síðan niður í að fulltrúa fjöldanum í sveitarstjórn eða alþingiskosningum, hvernig er það gert? Er það bara jafnt hlutfall eftir því sem að þeir sögðu sem að voru ákveðnir? Já, það er auðvitað bara, því er bara deilt niður út frá þeim sem að gáfu upp sína afstöðu. Við höfum svo sem engin sérstök dæmi það að þeir sem að voru óákveðnir í könnun, að þeir hafi hagað sér eitthvað öðruvísi heldur en hópurinn sem gaf sig upp. Þannig að við höfum oftast séð að það að horfa á þá sem að gefa sig upp í könnun, að það sé nú þokkalega góð vísbending það hvernig landið liggur og að það séu ekki neitt öðruvísi eða mikið öðruvísi mynstur sem að liggi í þeim óákveðnu. Hver er munurinn á netkönnun og svo símakönnun? Já, netkannanirnar eru náttúrulega sendar til fólks í tölvupósti eða með öðrum hætti og það út af fyrir sig þýðir það að það getur verið erfiðara að ná til sumra hópa heldur en annara og þá erum við kannski ekki síst að horfa til eldri hópana og það er staðreynd að kannski fólk sem er, hvað ég var að segja, 65 ára gamalt, að það er erfiðara að ná því til þess í gegnum netaðferðina heldur en í gegnum síman. Og ef að það tekst verr og ef það tekst ekki nógu vel að ná til eldri hópana, þar að segja þeirra sem
eru síður á netinu eða ínávanlegir í gegnum netið, þá getur það valdið einhverju skekkju, svo fremi sem að aldur skiptir einhverju máli í því sem verið að spurja Og við höfum séð þetta, meðal annars fyrir kosningar, að Píratar til dæmis hafa nú verið flokkur sem hefur átt mun meira fylgi hjá unga fólkinu heldur en því eldra, og þetta hefur meðal annars sýnt okkur það að þeir hafa stundum verið mældir hærra en þeir eru í raun, eitthvað aðeins hærra heldur en þeir eru í raun, af því að eldri borgararnir vikta ekki jafn mikið inn í heildarniðurstöðunni. En hvað með gæði kannana? Ég held að við séum að horfa á það eins og staðan í dag að þessi kannanafyrirtæki og þessir kannanaaðilar sem eru að birta kannanir séu að vinna góða vinnu. Þetta eru vísindaleg vinnubrögð og ég held að það sé vel að þessu staði og vil ekki taka mjög mikið undir með þeim sem eru að reyna að tala þetta svolítið niður, en þetta svolítið erfiðara heldur en áður að ná til fólks. Það eru þáttaka í könnunum er minni en hún var. Menn eru bara prísa sér sæla eða það er meira en 60% svarhlutfalli. En í grunnina þá er þetta vel og faglega unnið. Þú ert oft spurður álits í fjölmiðlum á niðurstöðu kannana, en það ekki stundum svolítið þannig að það gerast einhvern veginn allir sérfræðingar þegar að koma skoðanakannanir? Jú, maður verður nú svolítið var við það, Það er eitt af því sem að ég hef tamið mér þegar ég að reyna að rýna í þessar kannanir, ef það eru fleiri en ein og fleiri en tvær og fleiri en þrjár. Að vísu slíkt nú kannski bara í Reykjavík núna. Ég hef tamið með það að vera ekki að horfa of mikið í eina könnun í einu. Ég hef verið vilja reyna að horfa yfir þá kannski síðustu 2, síðustu 3, 4 kannanir og sjá hvort að það beri eitthvað á milli, hvort það sé einhver þróun. Og það er kannski það sem ég held að menn mættu varast, því að þetta þrátt fyrir allt úrtök og það geta komið einhverjar tölfræðilegar glettur inn í þetta og við höfum séð dæmi slíka, einhver mælist kannski stærri eða minni heldur en hann í raun og veru Þannig að ég held að við ættum að alltaf að horfa ekki bara beint á eina könnun. Það er svo náttúrulega eru fjölmiðlarnir sem eru alltaf á bakvið kannanirnar og þeir náttúrulega vilja bara fjalla eina könnun, sína könnun, En ég hef nú vilja horfa á kannanir hinna líka. Ætlar Grétar Þór Eyþórsson að fara á kjörstað? Heyrðu, það verður utan kjörfundar í ár. Ég þarf að fara til Reykjavíkur á laugardaginn og vera í sjónvarpi. Grétar Þór Eyþórsson, doktor við Háskólann á Akureyri, þakka þér fyrir spjallið. Takk sömuleiðis.